Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna 4 félagar í spjall sjávarútvegsmál en núna ræðum við dálítið nýtt sem að hefur ekki verið mikið í umræðu og nánast þagað í hel. Það er ákveðin auðlind sem þjóðin á sem að er þari, svöl og gestir mínir hérna í dag eru tilbúnir að ræða þetta og þekkja þetta gjörla mjög vel og það er Ásgeir Logi Ásgeirsson, Hannes Sigurðsson og Pétur Sigurðsson. Sigurður Pétursson fyrirgefðu. En Sigurður, þú ert formaður í samtökum þörungafélaga. Þörungafélaga og þið voru með ráðstefnu núna í síðustu viku. Það passar. Gekk mjög vel. Og gekk vel og hvernig er staðan á þessu í dag? Hvar eru við stödd? Já, Ísland er kannski ekki stödd nógu vel hvað það varðar að koma því að framfæri hvað við höfum frábæra möguleika hér bæði í smáþörungum og stórþörungum. Smáþörungar er náttúrulega kannski annað efni heldur það sem við ætlum að ræða hér en stórþörungar er það sem þú nefndi þá, þangið og þarinn sem hefur alveg óbúslega mikla möguleika en erum sjaldnast getið Ísland þegar verið að fjalla þessi málefni á heimsvísu og það er eitt tilgangnum með artikalgega þörungarástefnu er svolítið að koma Íslandi á kortið, sýna fram á það hvað við höfum gríðarlega mikil tækifæri hér. Hvað höfum við mikil tækifæri? Við erum á svæðum þar sem að til dæmis eru einstök á heimsvísu með það að við gæti mikilla sjávarfalla, við erum með grynningar, við erum með á náttúruna hendi frábært svæði til náttúrulegar uppbyggingar á þangi og þara og líka það að hér á landi er ekki fara að gæta eins mikið þessar hlýnun sjávar og mengunar sem er að háa öðrum svæðum og það veldur því að við höfum þetta tækifæri. Við höfum sérstaka aðstöðu til að nýta þetta og gera þetta að miklu útflutningsverðmætum fyrir þjóðina. Höfum það og höfum svo sem langa sögu sem að styður við þetta. Bæði var þetta nýtt hér fyrir öldum og svo er hérna með hliðina með maður sem hefur lengsta sögu í nýtingu á þangi á Íslandi og við höfum fyrirtæki eins og torverk í Breiðafirðinum og í Stykkishólmi sem eru líka í slíkri nýtingu. Þannig að við bara teljum að þessi tækifæri til að efla þetta enn frekar. Það er glæsilegt að heyra það. Við erum að tala hugsanlega ef við með réttri nýtingu að við gætum búið til marga milljarða á ári af gjaldeyristekjum fyrir þessa afurð. Já, ef við sinnum því vel að stunda þetta á sjálfbæran hátt, líka horfum til þess sem önnur ríki í kringum okkur er að gera og aukningin sem er að koma á heimsvísu í stórþarfanum er að koma úr ræktun. Það er eitthvað sem við þurfum að horfa líka til möguleika hér á landi og þurfum þá að horfa til þess að byggja upp og efla reglukerfi í kringum bæði þessa sjálfbæra nýtingu sem og ræktun. Já, Ásgeir, þú ert að byrja vinnslu á þara. Já, ég bý semst í Ólafsfirði og hjá okkur út af fyrir Norðurlandi er mikið af stórþara, Hyperborea, Laminiara Hyperborea, latneska heitið honum og það er þessi sem er með langur stilkinn eða stöngulinn og svo krónuna og í honum eru mjög áhugaverð efni sem eru notuð til ýmissa hluta og Norðmenn hafa nytjað þessa tegund þara í bráðum 40 ár rúm og eru að koma með mjög góða reynslu bæði af þróa afurðir úr þaranum og eins og Siggi kom inn á hérna áðan að sækja í þetta með sjálfbærum hætti þannig að mann gangi ekki á auðlindina. Þetta að tryggi hennar endurkoma rétt
og það gert með því að hvíla svæðin í ákveðin tíma eftir að nytja af þeim. Já, en það verður að gera þetta þá á mjög skipulagan hátt og teikna þetta upp. Það verður náttúrulega eitthvað sem gerist örugglega eftir því sem að farið verður Sjálfkrafa. að sækja meira í þetta, sko. Já. Í dag ekki verið að sækja í þetta neinu gagni og það eins og bara í fjörum landsins þá náttúrulega bara slitnar það mikið upp að það eru hundruður ef ekki þúsundur tonnar sem að reka bara land því að sko hann náttúrulega hefur ákveðin endurnýjunartíma tíma eftir ákveðin tíma þá bara slitnar hann upp í brimi og rekur eftir upp í fjöruna sko. Já. En svo náttúrulega hann eins og erum að koma að hérna Siggi koma á hann og hann náttúrulega með lengstu fartstíð manna í fangvinnslu í sölvunum og í sölvafjörum og búin að vera að gera þetta áratugi og alltaf getur farið á sömu skerin ár eftir ár og hann sjálfbarnið þar algjör. Hannes, svo við... Já, aðkoma mín að þessum málum verður fyrst og fremst gegnum sölin. Já. Það ein tegund af þessum þörungum. Já. Kallarðu það ekki þara? Nei, við taljum söl sé svona þaranum æðri. Já, það svoleiðis. Þetta hefur verið sko, sölun hafi verið nytjajurt frá landnámstíð hér við land. Já. Og sérstaklega á kringum milli 1700 og 1800 þá var gríðarlega mikil sölvatínsla við strendur landsins, við Breiðafirði og við Suðurlandið. Sem einhverjum hluta vegna minnkaði mjög. Já. En við höfum stundað þetta við Hraun í Ölfusi það búið að vera þar náttúrulega mann frá manni. En ég búinn að vera þar síðan í 40 ár. Já. Og við nýtum þetta hverju ári. Sölun eru tínd, bara handtínd. Og það aldrei gengið svo nálægt í menn geta það bara ekki held að þessu ekki útrýmt sko. Þó svo að menn... Þetta þýðir það að þú ert bara að tína þegar að stórstreyms fjara. Já, menn náðu þess ekki með góðu móti með berum höndunum nema þegar stórstreyms fjara. Já. Og ekki bara það þarf líka að vera gott veður því að það þolir ekki neitt brim sko. Nei. Og þetta hefur aldrei verið ofnýtjað, það sprettur, það alltaf ágætis uppgjör á hverju ári. Já, þú tínir á hverju ári og þarf ekki að hreyfa þig til eða fara á önnur svæði eða... Nei, það eiginlega alltaf verið á sömu svæðinu, sko. Já, bara ár eftir ár. Já, en svo verða það aldrei tínt svo... Sko, þetta ekki eins og maður sem sláttuverð, menn tína svona, þetta svona á steinum og klöppum. Já. Svo sprettur misvel eftir árum og menn reyna að velja sér svæði sem eru góð spretta á. Þetta ekki dósvipa bara á gras á túnni. Þetta mjög á þetta, sko. Og svo þetta bara einfallega þurrkað. Já. Tínt frá því aðra tegundir sem ekki passa með eins og blöðruþang og þess aftar og svo þurrkað og pakkað. Já. Þú ert með pakningu. Og þegar við best gekk hjá okkur þegar við tíndum sem mest, sko, þá vorum við í útflutningi nokkur ár, 10-15 ár, fluttum til Bandaríkjanna, söl. En svo bara hefur innlendi markaðurinn vaxið svo mikið, það alltaf vaxandi eftirspurn eftir Sýndu aðeins, lyftu aðeins upp. Og þetta svona dæmigerð sölvablað sem maður borða bara eitt og sér eða með smjöri. Já. Og þetta hefur alltaf verið vaxandi markaður, meiri eftirspurn og meiri vinsaldir í þessu. Já. Sem hefur leitt til þess að við höfum ekki átt neitt til að flytja út. Nei. Það hefur bara verið innanlandsmarkaðurinn því að það bara verið að selja á innanlandsmarkað. Já, svo reyndar gengur misvel að tína, sko. Ef það ótíð, þá kannski ná menn ekki Stórsundfjörunni og til dæmis í fyrrasumar þá náðu við engum sölvum. Þannig að það var bara uppskerubrestur. Já. Ekki uppskerubrestur var það? Við komstum ekki í ís. Nei, út af veðri. Já, út af veðri. Já. Suðurströndin sko náttúrulega ekki, hún fyrir opnu hafi. Já. Sölvasvæðin okkar eru þar. Já. En Siggi, þú ert náttúrulega að rækta. Jú, ég með verkefni í gangi, samnorrænt verkefni, þar sem verið að rækta söl og fjörugrös, rauðþörunga. Í þeim tilgangi Hvar ertu að gera það? Við erum að gera það, við byrjum þetta í Grindavík
og og þurftum út á Svolvöldu að færa okkur út á Granda. En við erum með þetta út á Granda í Reykjavík og við erum þá að rækta sölinn við ákveðin við aðstæður til þess að geta þá uppskorið í raun allt árið og hugmyndafræðin á baku þetta verkefni sem samnorrænt að nýta sölinn sem fóðuríbætir til þess að lækka metanlosun hjá jórturdýrum sem og líka út af þeim. Þá ertu bara að tala skepnufóður. Já, það einn hluturinn og það þekkt og það til dæmis rauðþörungur í Ástralíu sem heitir Aspergopsis sem að ber mörgum svipað til okkar rauðþörunga sem hefur verið sýnt fram á að getur dregið úr metanlosun nautgripa 80-90%. Já, það ekkert annað. Þannig að beljur í framtíðinni þegar eru komnar á alvöru fæði að það reka ekki við. Það myndi allan að draga úr því og það náttúrulega sækjast líka og skepnur við þekkjum það líka, sækjast í það að fara og borða þessa næringaríku jurt og við ættum mannskepnan kannski að gera það svolítið meira. En býtu, það ekki alveg bara dýrin sem að borða þetta manna matur. Það það sem ég ætlaði svo að koma inn á líka og þá líka sem uppspretta fullt af mjög vítaminríka efna. Eitt til dæmis núna sem íslenska þjóðin stendur fram fyrir að við erum farin að borða mjög lítið af sjávarfangi. Fiski aðalega, og minnka verulega og raunin komin langt niður með við nýstu tölur þá komin langt niður fyrir meðaltali í Evrópu í neyslu á fiski og þá leiði það til þess að til dæmis jóðskortur eitthvað sem áriði bara ríkjandi hér á landi og áhugjefni hvernig það stendur. Það hvergi betri uppspretta af jóði heldur með því að ná sér í söl og borða það. Svo ég heldur áfram að prómotura vörunni frá Hannesi og þannig að þetta, því að við erum oft líka að leita okkur leiða til að finna næringarefni sem koma á náttúrulegan hátt. Já, þá erum við bara með þetta bara púra náttúruleg afurð. Akkurat. Það ekkert öðruvísi. Akkurat. Ef ég má aðeins koma inn í þetta þá að því að nú erum við að tala svona bara Ísland og okkar nærumhverfi en við fengum heimsókn 28. ágúst. Þá voru Asíubúar, Japanir á ferð og þau voru að leita eftir einmitt þara blöðum til innflutnings, bara fá hann bara þurrkaðan ákveðin hátt og það bara að vera skortur. Í gáma vís þá? Í Asíu gríðarlega mikil neysla bara á þara. Sjáum þetta á sushi-stöðum, við sjáum þetta bara þetta notað í sem grunnar í súpur og þetta notað bara í matreiðslu sem krydd, bara sem til þess að gefa sjávarbragðið. Við gerum þetta, Evrópubúar mun minna mæli. Maður heyrið það og sér að Bandaríkin, það mikill vöxtur þar á þessu sviði, að það farið að neyta meira af þar og ráðstefnu sem að Siggi stóð fyrir í síðustu viku og þar voru amerískir framleiðendur þetta segja bara hvað hefur orðið mikill vöxtur bara síðustu 4 árum í neyslu á ferskum þar á stórum svæðum þar sko. Ferskum, hann þá ekki þurrkaður? Búið að setja til sig alls konar salat, það til þara hamborgarar, það til þara salat, það til þara smyrjur, það alls konar það unnið ýmsan hátt sko. Hátt. Og þá þetta líka, auðvitað þetta fyrir grænkerja eða þá sem eru vegan, þá þetta náttúrulega bara akkurat fæði sem hentar í það og þá að samaskapi líka með þessi næringarefni sem við erum búin að koma inn áðan, þannig að það verið að búa til fæði sem mjög næringarík og ekki blöndu ykkur öðrum, heldur bara að vera að nota þetta beint úr hafinu. Já, ég tók til dæmis eftir því að það verið að framleiða núna þarapillur í svona bara sem eiginlega vítamínsprauta. Já, fæðubótarefni. Og eitt sagði við mig
að þetta væri nú bara sívagra eða þetta væri gott í staði fyrir Viagra. En maður veit ekki kannski það, en þetta eru ótrúlegi möguleikar í þessu og við erum með hringinn í kringum landið eiginlega akra til að sækja þetta. Mikla auðlind, mikil lífmassa. Mikla auðlind og mikill lífmassi. Hvað ætlað að sé mikið af þar? Einhverja tölur það? Hafrannsóknastofnun einlega bara í þessum töluðum orðum að kortleggja þetta. Að reyna það? Að reyna það, að siksakka svæðin og en við erum að tala, lífmassin einhverjar milljónir tonna. Já. En að sjálfsögðu svo kemur náttúrulega niður og hitt að það ekki öll svæði nytjanleg. Nei, það eins og gengur. Það sjálfsagt margt sem getur komið upp á varðandi við að nýta þetta. Bæði náttúrulega veður og botn og annað þess áttar. En klálega þá þarna mikil auðlind og sem hægt að sækja í og nú erum við búin að tæpa helst kannski á þara kannski til manneldis og svolítið inn í skepnufóður en svo þetta líka náttúrulega unnið gríðarlega mikið menn að vinna efni sem að nýtjuð í lækning, eða semst í lyfjaiðnaði. Í lyfjaiðnaði og menn að nota þetta í tannlæknar nota algjörnöld mikið, þetta notað í sem uppsölulyf, þetta og þessi rjómæs til þess að hindra að vatnið og fitan skiljist í ísnum Já. Þetta notað í iðnaði, og svo þetta í landbúnaði eru gríðarlega stór svið sem að þessi efni eru notuð í, svo kallaði bíóstimulantar sem eru afskaplega vaxta og aukandi og gefa eru rakaþolnir líka Þannig að mér líka að segja bara síðustu árum að koma fram nýjir möguleikar til nýtja eða nota á þessu hráefni, ef maður getur talað um það á þeim nótum. Já, ég held að líka bara ef við setjum þetta í samhengi við annan sjávarútveg, því þannig byrjaður líka þáttinn, að þá held ég sé ekkert margir sem átta sig á því að við erum að tala um að heimsvísu að þetta sé 36 milljón tonn. Sem verið að nýta þara og auðvitað stór hluti til matvælaframleiðslu og þetta til dæmis 10 sinnum meira en allur lax í heiminum og þú veist, við erum að tala um svo miklu stærri einingar heldur en það sem menn eru átt að sjá, þannig að við höfum gífurleg tækifæri hér til þess að gera okkur gildari heldur en við erum nú þegar en auðvitað byggja á því sem við erum með, þeirri þekkingu, þeirri tengingu sem við erum með við sjávarútveginn líka og það það sem að Ásgeir að fara að byggja á í sinni þurrkun fyrir norðan og það sem að Hannes hefur byggt á í langa tíma, það sem að ég kem að fyrirtæki í Stykkishólmi sem heitir ISEA, við erum að byggja á það reynslu og þekkingu sem að snýr að öflun og þurrkun og áframvinnslu á bæði þangi og þara. Já, en nú þara verksmiðja á Reykhólum inn í Breiðafirði og þeir eru búin að vera náttúrulega í gangi í 60 ár. Halva öld. Halva öld, 50 ár. Og þeir eru, hvað gera þeir við afurðun? Hvernig nýta þeir, hvert selja þeir þetta? Þeir eru bara mjög framalega heimsvísu í þurrkun þar sem að þeir sérstaklega tala um það. Þeir eru að nota okkar jarðvarmann sem að þarna og sprettur til þess að þurrka þarann. Þeir þá bæði þurrkan og svo hann búið til og flokka ákveðnar mismunandi kornastærðir. Langmest eru þeir að vinna klóðþanga, þeir eru líka í hrossaþara og það svo notað áfram í frekari vinnslu á þessum tegundum sem við vorum að nefna áðan. Ég meina hvort sem það eru líförvandi bíóstimulantar eða í matvöru eða lyfjaiðnaðinn og allt þetta, það verið að vinna það áfram. Þeir eru að nota hráefnið úr þaranum í það. Já, þeir eru búnir að þurrka. Já, og Torfverk er alveg þekkt á heimsvísu fyrir sína gæða afurðir. Já,
og tilheyra líka reynda mjög stórri grúppu og heimsvísu í þessu sem heitir EFF. Þannig að á vegum þeirra grúppu verið að fullvinna ýmsar afurðir sem eru unnar úr þara. En maður nú bara svona að hugsa kannski allt og stutt í stundum þegar auðvitað ættu að vera að hugsa 100 ár fram í tíman, 150 eða 200 ár eins og jafnvel Kínverjar og fleiri gera og maður tók eftir því að norðmenn að hugsa oft 50 ár fram í tíman og jafnvel lengur. Já. Og hvaða möguleika eigum við í samanburði til dæmis bara við íslenska sjávarútveg? Til dæmis þú nefnir norðmenn og það var Ásgeir Logi komað að sinna þetta áðan. Já. Að jafnaði eru þeir að afla réttumlega og yfir 300.000 tonn. Meir en allir þorskafli Íslendinga þeir að afla að stórþarfa þar á og vinna svo frekar. Og ég meina í magninu til þótt þessi ekki eins verðmætt eins og þorskur, þá erum við að tala meira heldur en allur þorskafli Íslendinga sem að þarna er möguleiki og það bara verið að nýta hluti af landsvæðinu í Noregi í þetta og við ættum alveg að geta búið til geira sem að gæti verið á þessum skala og í rauninni þetta eitt af því sem hefur komið fram í greiningu sem að gerð var fyrir matvælaráðuneytið á sínu tíma á Boston Consulting Group svo hefur verið gefið út að það bara möguleikar að geta farið einhvers staðar nálægt 250-300.000 tonnum á næstu 10 árum. Á næstu 10 árum? Þá ertu bara að 3 milljarða. Hvað erum við að tala þá svona sirka í aflaverðmæti, útflutningsverðmæti? Þetta auðvitað fyrir þetta, núna þetta svolítið erfið spurning að því að þetta svolítið eins og... Ég nú ekki að ætlast til að fá þetta. Þetta svolítið eins og hvað ætlum við að gera svo í áframhaldinu? Ég meina, erum við að taka þorskinn upp og selja hann sem heilan eða erum við að taka hann og flaka og selja lundina sér og allt þetta og búið til meiri verðmæti? Í þessu þetta kannski svolítið svipað. Það er hægt að allt sem er gert meira til virðisaukandi gefur frekari möguleika. Þannig að ef að... Ég sagði þér frá því að ég hefði talað við Sigga á Hrauni. Já. Sem að var nú ákveðin frumkvöðl, keypti bát til þess að krabba þetta upp og hann var náttúrulega með þurrkverksmiðju og svo var hann komið með rannsóknarstofu þar sem hann ætlaði sér að vinna efnin sem að komu úr þessu en hann lenti bara í bruna og allt eyðilagðist. Ég get til dæmis með hliðsjón af því, það er þó nokkuð mikil öflun og nýting í Frakklandi af þara og þar kom ég í sumar í verksmiðju þar sem að bara tilraunahluti þessara verksmiðju var í kringum 4.000 fermetrar. Þannig að þeir telja að þeir séu að fara fyrst og fremst inn á lyfjaiðnaðinn og inn á þann geira. Alltaf margfalda verðmæti þess að þeir eru að gera í dag. Þeir hafa hingað til mest verið í að búa til svokallað alginöt eða bindiefni fyrir matvælareiðnaðinn og vilja færa stærri hluta yfir í að fara í í lyfjageirann, kannski svolítið svipað eins og við vorum að vísa hérna til áðan að í sölvunum fullt af mikið og næringaríkum efnum. Ef þú nær að einangra þau að taka úr þá ertu komið með mjög dýra afurð og þú stendar þegar með sölin eru mjög verðmætt afurð bara eins og þau eru svona. En Hannes, hvað varstu að selja kílóið af þessu til Ameríku? Það náttúrulega viðskiptaleyndarmál. Þetta var þurrkað og það verið svona 6.000 krónur kílóð, 67.000. 67.000? Á þessum tíma, já. En þegar að þú ert að tala 1 kíló þá þarftu 10 kíló í það? Kannski ekki alveg svo mikið en... Nei. Jú, það þarf, 10-12 kíló. 10-12 kíló til að fá 1 kíló af afurð. Já, þegar þú ert búin að þurrka það. Þannig að það er 10% nýting eitthvað þess að pluss eða mínus
En þetta eru gríðarlegir möguleikar samfara þessu. Já, við höfum aðeins verið að skoða aðra tegundir heldur en sölin. Já. Og þá kemur maður að sko kerfinu. Alþingismenn eru sífellt að tala um nýsköpun og atvinnulíf og áfram gakk. Já. Svo þegar maður ætlar að gera eitthvað, þá þarf að sækja þessi leyfi og hinn leyfi náttúrulega. Já. Og þá er nánast ókleifur veggurinn sko, fyrir svona venjulega manns. Það eru spurningar sem eru lagðar fyrir menn sem ekki eru á færi venjulegs fólks að svara. Og svo það er eins og að segja mönnum bara, nei, verðið ekkert að hugsa um þetta, verðið bara heima hjá okkur sko. Já. Kerfið segir þetta við þá sem er að... Gleymið þessu bara. Já, gleymið þessu. Þetta segir kerfið við þá sem vilja taka hendur úr vösum. Þetta er mín reynsla sko. En þetta er svo sorglegt sko, þegar við gætum hort upp á þarna fleiri milljarða og þeir fá engan stuðning og jafnvel bara fá þröskulda. Já, ég myndi segja að það væri frekar þröskuldar sko. Það er ekki sami áhugi hjá kerfinu eins og hjá þeim sem bjóða sér fram til þings. Nei. En þetta er að byrja. Já. Þú ert að byrja að veiða eða slá eða... Þetta sem Hannes er að segja, með þessi leyfis þessi leyfisferla og það er búið að taka rétthæft ár frá því við byrjuðum að sækja og þangað til við svo fengum núna í gegn öflunarleyfi á það. Og eru þið búin að fá eitthvað svæði sem þið megið nýta? Við megum þess að nýta, fara samkvæmt okkar nýta áætla núna fyrstu 2 árum megum við sækja í kringum Tröllaskagann fyrir norðan og yfir á Flateyjarsvæðið, eða Flatey á Skjálfanda. Já. Það er í kring sko. Það er bara svona einlega út frá, svona radíur út frá okkar heimahöfn. Og hvernig ætlið þið að ná þessu? Við ætlum að nota til þess þar til að gera slæðu sem að svo sem búið er að finna upp og menn er að nota við Noregi og annar staðar. Já. Og svo er okkar meininga sem sagt að ná þessu upp og reyna að vinna hann sem ferskastan. Já. Og þurrka þá blöðin eins og voru tala um með náðan til manneldis og síðan færi þá stilkurinn til annar vinslu sem að verið að útfæra hvernig við getum gert í okkar húsakynnu. Þurfum við þá að skera af honum eða? Já, við erum að skera af honum og jafnvel, þetta, sko, þú ert með blöðkunna. Já. Sko, það er alltaf sniðut fyrirbæri því að hann er náttúrulega, sko, maður heldur að sem að stönggullinn kemur og svo neðjan sem er neðst að það sé rót. Já. En það er ekki rót, það er festan. Það er bara hún sem heldur hún á föstum. Já. Rótin í þaranum er undir blaðinu, rétt undir blöðkunni. Þannig að þarinn er rauninni vex niður eða upp eða hvernig við segjum það. Sko. Og svo fyrir grísjunni þannig fram. Vex í vitlaus átt. Já, sko, rótin gengur ekkert ofan í botninu eða slíkt eins og grasi eða tríð eitthvað slíkt, sko. En svo er hann hins vegar, hefur mjög öran endurplöntunar, endurnýja sig hratt. Já, það talaðum þetta og norskar á þessum 40 árum er búið að fylgjast mjög vel með þessu Noregi og taka bæði myndir af botninum og eins bara, mæla þetta. Og þetta eru svona 4 til 5 ár eftir svæðum sem að það er bara þarf að hvíla. Já, hvílir og að þenn tíma liðnum er ekki hægt að sjá að það hefur verið nytjað þar áður, sko. Nei. Og það er tvennt sem gerist, þessi slæða sem að notuð er til þess að slíta upp, sko, að hún svífur í svona háls, með 50-60 cm hæð frá botni, sko. Já. Og þá náttúrulega sleppur hún, þá tekur hún ekki yngsta þar hann, sko. Já. Þá tekur hann stærri. Já, herri, já. Og þá náttúrulega fær sá sem undir er betri tilgang að ljósinu á ofan og vex það þar að lendi hraðar. Sko. Já, þú eykur í rauninni vöxtinn. Já, það má kannski líka þessu bara við kannski bara skógrækt eða annað, það sem þú grisjar og þá hleypur byrstunni betur að og þá sprettur þau tré betur sem að fá njóta þess. Já.
Ef ég má skjóta einn hérna, okkur sýnst einmitt vera mjög líkt í sölvatíðstunni. Þau svæði sem eru nýtt, hæfilega, þar spretta fallegri og betri söl alltaf eftir á. En þau svæði sem aldrei eru snert, þar verða svona gróf og leiðinleg söl. Þetta ekki bara svipað og ef þú ert með tún í órækt? Jú, þetta verður órækt. Það alveg góð samlíking, sko. Já, ég meina, þegar þú slærið túnið þitt á hverju ári og berða á áburð, að þá... Þetta er mjög sambærilegt. Já, það má svona ímynda sér það. Já. En það sem ég er spenntastur í sambandi við þetta er áætla hvað væri hægt á skynsamlegan hátt að búa til mikið verðmæti úr þessu. Ég held að það sé stuttasvari sé nákvæmlega það sem Siggi verið að segja hérna áðan. Það fer eftir hvað við getum komist langt hér heima innanlands við áfram vinnslu. Það er eftirspurn. Ef við líkjum þessu, ég vil, þetta var ágætis frasi sem kom fram á ráðstefnu Sigga í síðustu viku að þang er ekki fiskur, eða þörungur er ekki fiskur og það er svona mikið, en það eru samt mörg sameiginleg, maður getur dregið margar svona parallellur með því að því meira sem við getum gert, í staðis eins og með fiskinn í gamla daga, við flytjum bara óunnin úr landi, þá vorum við kannski að fá ekki virðisaukann hér heima, út úr því Á saman tíma ef við getum aflað og unnið úr og reynt að finna... Búa til eins mikið verðmæti úr afurðinni eins og hægt er. Já, þetta vinna. Og þetta er markaðsvinna. Gefur auga leið. Og þetta er bara svo ung að mörguleiti atvinnugrein. Að við erum bara svo skammt á við komin og til dæmis að Reykholum er verið að stofna, er þetta ekki, hvað heitir það, hjá Þörungasetrið sem er verið að stofna þar og þannig að menn eru svona á leiðinni með að auka þekkingagrunnin sem er vonandi að vera svo hægt að byggja ofan á. Menn eru að rannsaka viðkomu þangs og þara landið en þetta er bara eins og annað að þetta hefur ekki verið svo stór business í íslensku samfélagi til þessa og þá kannski er ekki settið miklu fjármunir í rannsóknir heldur. Nei, en ég sé bara fyrir mér að það sé þarna svipuð fyrirtæki jafnvel á leiðinni eins og bara með roðið á Ísafirði. Já, Keresis. Já. Það er óskandi. Nei, ég kannski ekki sambarilegt nákvæmlega en í þá áttina. Við erum með ómælt magn af þessu og þetta er ónýtt auðlind. En við erum samt að fara varlega. Ég veit það líka. Þetta þarf að vera þarna fyrir komandi kynslóðir og við viljum geta byggt upp vinnslu sem er ekki bara nokkur ár og þá erum við búið með þetta. Þetta verður bara eitthvað eins og þetta er gaman að geta bent á Reykhola hvað þetta varðar að þessi hægt að vera með þetta öfluga fyrirtæki þar, torverk og í hálfu En það er bara eins og Hannes er að segja að hann tínir af sömu grjótónum ár eftir ár og það er jafnvel betri spretta í ár heldur en í fyrra og annað er 50 úr. Ekki rétt, Hannes? Jú, hún er, og það er ekki sölun verða eiginlega mikið ljúffengari og betri. Já. Í stað þess að það sem aldrei eru snert, þá verður það stór og gróf og tréna og er ekkert spennandi. Ekki spennandi neysluvara. Nei. En ef þetta er svona nytjað. Slegið á hverju ári eða tínt á hverju ári. Og ekki ónytjað. Hér hefur komið fram en menn hafa ekki getað reyndu ánýtjað þá hefði kannski viljað bara út af veðri og svo er náttúrulega tínið ekki nema á Stórströmsfjöru sem það er nú og á haustin. Þetta er mjög svona takmarkað tími sem að menn hafa aðgang að þessu En ertu ekki bara í rauninni þang eða þara bóndi? Þú ert bara að hugsa þennan bláa akur á sama hátt eins og bóndin er að hugsa græna akur sinn. Þú vilt koma á hann aftur. Þú finnst að geta nýtt hann á betri eða sambærilegan hátt og þú vilt geta afhent það til næstu kynslóðar á betri eða sama hátt eins og En hvað er þarinn að ykkar mati djúpt? Hvað nær hann langt frá landi? Eins og þarinn, að þau nú eru að tala þari, þang og þörungar, þetta eru svona alltaf flokkast. En þarinn er svona,
Talaði hann sé svona frá svona 3-4 föðmum út á kannski 30 faðma dýpi. Já. Og náttúrulega svo verða bara eftir því hvernig er með strauma og brim og annað sko hvað hann er í góðu skjóli, getum við. Já. Já, náttúrulega bara í Sandgerði var það þannig að það gerði suðvestan storm eða vestan rok að þá voru allar bryggjur fullar af þar. Já. Og langt upp í bæ. Já. Þannig að þetta ef það hægt að nýta þetta eitthvað sko, og búa til úr þessu verðmæti, þá það stórkostlegt. Þetta hefur náttúrulega, eins og kom inn á hérna áðan, þetta hefur náttúrulega alltaf kannski verið nýtt, sko, nýtjað, með fjörubeit og þetta var borið á tún og rakað af þegar svona næringarefni voru búin að regna niður í túnin í gamla daga og svo er þetta notað til bara bæði manneldis og hérna skepnur beitt þetta en nú er þetta bara spurningin sko, nú getum við mögulega að fæða sko sækja nú bara þekkingin úr þeim meiri og við getum verið að sækja í verðmætari efni og koma þeim til þeirra sem eru viljið til að borga fyrir það sko. Já. Og það er þessi mikla vinna sem að býður okkar og... Já, við höfum mikið snert á einu sem var nú til dæmis rætt á Arctic-alga í ráðstefnunni í síðustu viku. Það er hérna rannsóknarfyrirtæki Sintef í Noregi sem var að rannsaka það hvað þyrfti að nýta stóran hluti af Noregi eða að fullkomlega kolefnisjafna allan Noreg og það hefur verið gaman að deila þeirri mynd, það var bara smá frímerki. Þannig að það er í rauninni, við erum að tala að því að þarinn, hann er að ljóstilja og hann er að binda þá CO2. Og það er verið að nýta, þá er í rauninni verið að kolefnisjafna líkt og er verið að rækta skóga, nema þarna erum við að tala miklu öflugari plöntu til ljóstiljunar. Og þá eru þeir raunverulega að velta fyrir sér í Noregi, er hægt að setja í gang verkefni sem að getur snúa því að kolefnisjafna jafnvel allt landið. Og þá er þetta miðað við það að slá hann eða ná honum. Þá eru þeir að miða við ræktun. Miðað við ræktun. Já, miðað við ræktun og bindingu í sjónum. Í sjó. Já, ræktun í sjónum. Ég get sagt þér eitt Gretar, að þetta eins og Siggi er að koma, það er eitt fyrirtæki við tömum Hólmavík sem er aðeins að pröfa þessu áfram þar, stelpar sem eru mjög öflugir krakkar bara, eða fólk. En við vorum á ráðstefnu í Færeyjum í júní í sumar og þar er fyrirtæki sem heitir Ocean Rainforest eða regnskógar hafsins. Og þar eru frændur okkar Færeyinga búinir að leggja út 200 kilometra, 200.000 metra af línu, svona polyamilínu sem þau skjóta þara fræi í sko. Já. Lína liggur í sjó í 3 ár. Já. Og sko þetta liggur eins og lína bara milli bóla. Já. Og svo eru taumar sko sem ganga niður. Já. Og á því vaks þar. Er þetta ekki bara eins og þegar menn voru að veiða eða í skelfisk? Bláskel? Jú. Sama hugmyndafræði? Uppbygging á. Nema hvað? Að á þessum 3 árum getur þú sagt slegið línuna sko klift af henni 7 sinnum. Sömu línu. Já, renna eftir henni og... Já, 7 sinnum á þessum 3 árum áður en þeir að taka hann upp, þvo hana og sá hann aftur. Já. Og þeir eru með hugmyndir sko að fjórfalda þetta. Og þeir eru með 200 km núna og verða jafnvel konur í 800 km af línum í sjó og þeir eru að rækta á þessu svo kallaða sykurþara sem að vex mjög hratt og mjög vel sko. Já. Og við höfum bara haft það svo gott. Við höfum haft svo mikið af auðlindum að sækja í hérna á Íslandi. En það nú reyndar ekki allir sem hafa haft það gott. Nei, ég er að tala bara Íslendingar almennt. Við höfum ekki þurft að sækja í, sko, en nú bara farið að kreppa að og fleiri auðlindir eins og fiskurnar og fleira er bara komið í kvóta og það við erum alltaf margar auðlindir sem við erum ekkert að nýta og svo bara gallin við það
að í sumum tilfellum það bara fáir sem fá að nýta. Já, ætlum að fara inn á það nú? Nei, við skulum ekki gera það, en ég sé alveg bara möguleikana í sambandi við þara. Við höfum ekki minnst á það sem að ske í Hnífsdal eða fyrir vestan, þar eru þeir í kalkþörungum. Já, Bíldudal. Og það náttúrulega öðruvísi heldur en þari og svöl og svoleiðis. Og það, kannski þar eru við að tala að við göngum á auðlindina í langan tíma. Ekki rétt. Þetta náttúrulega lengri endurnýting. Þetta tilheyrir, kalkþörunga tilheyrir eins og nafnið bendir til, er hópu þörunga. En endurnýjunna tími og vaxtatími náttúrulega mun lengri. Það er þetta að tala kannski 200 ár. Það getur tekið, já, við erum að tala 100, já. Eða 150-200 ár eftir einhvern. Á það lítið. Þannig að það verður að fara dálítið varlega í nýtingu á því, á miða við eiginlega faranum. En sko þróun alveg gríðileg þróun sko í öðrum smáþörungum, örþörungum eins og vorum að koma hérna áðan í þessi fyrirtæki Algalíf sem að búa til astasanktín úr þörungum í rörum hérna á Keilissvæðinu. Já. Það ótrúlega áhugavert og þeir eru að ná gríðalegum árangri og eru að selja. Ég held að mig segja alveg hérna því að þeir byrstu að glærum að þeir eru að sko kíló eða þeirra efni, hreinu, eru að seljast á bilinu 8 til 10.000 dollara. 8 til 10.000 dollara? Kílóið. Já. Það eftir töluverða að slægjast. Svo eru þeir að fá, sko, en alltaf þeir fá, til þess að fá, sko, ef þeir rækta 100 kíló af þörung og þurrkan þá fá þeir 7 kíló af efni, sko. Já. Þannig að þeir eru með 93 kíló sem að nýtast ekki, getur það sagt. Já. Og þar að ske rosalega áhugaverður hlutir að vinna úr því aukaefni sem að kemur, sem að í úðun ávaksta í staði þess að plasta þá, já. Til þess að varfetta þá. Og þetta sem við fengum að sjá á ráðstefnunni í síðustu viku, það er að sýna alveg stórkostlegan árangur og getur nýst miklu betur og orðið miklu umhverfisvænna heldur en að vera með plast alls staðar. En svo kemur að öðru og að þegar vorum að tala um þaran og að allt nýtt alveg niður í að úr ódýrasta efnin í þaranum eru menn að búa til svo kallað þaraplast. Já. Og Siggi var með sýningur hérna, vorum á fundi í sumar að til dæmis á, ekki Wembley sem að... Núna eru, stærstu fótboltavellir í Bretlandi búin að semja við fyrirtæki sem heitir Notpla, eða Not Plastic. Já. Og hérna var valið nýsköpunarfyrirtæki í Bretlands í fyrra. Þeir eru að búa þá til bæði plast og pappír úr þara sem að vartu komið umbúðir utan matvöru sem þá lífrænt. Þannig að ferðu á Wembley og hérna ferður hamborgar á franskar og kannski skilur mögulega eitthvað aðeins eftir og nærði ekki að klára allt. Að þá þegar verið að þrífa leikvangina eftir þá fer bara allt í lífrænt. Já, allar umbúðir og allt saman. Þannig að þú ert í rauninni komið lausn í einum helsta umhverfisvanda heimsins sem að snýra plasti og sóun á þessu sviði. Þannig að þetta til dæmis ein af lausnunum og ég held að við sem nú erum búin að fjalla mjög lengi og við erum alltaf að benda á hvað þetta eru margar mismunandi leiðir sem við getum verið að nýta þessar afurðir. Já, ég meina það eru eiginlega bara óteljandi leiðir sem er hægt að nýta þara og hráefni úr þara og þó við varum að sortera einhvern sérstakann úr eins og til dæmis svöl eða þá annað með sem hægt að nýta til ýmissa hluta, dýrafóður, mannafóður og annað þess aftar. Sko, skjóta einu saman við nýtinguna, hér fyrr á árum þá voru þetta notað sem áburðir í matjurtagarða, þarinn. Já. Eftir brim og þess aftar þá var oft heilu skaflarnir í fjörunum af þara. Já. Og bændurnir fóru bara að náðu því. Og dreifu því á túnin. Já, og í kartöflurófugarða. Já. Það var áburður.
Svo hefur þetta dagað uppi þegar menn fór að fá tilbúin áburð. Já, og meira kannski brasan á þessu niður í fjöru og svo leiðis. En þetta kannski koma aftur þegar menn fara að Já, en maður bara sér fyrir sér að þetta séu með nánast óendanlegum möguleikum til góðra verka og gjaldeyristekna, ekki síst. Já, ef að rétt að spilum haldið. Já, ef rétt á spilum haldið, þá getur þetta bara gefið útflutningstekjur í ómældu magni. Miklu magni, já. Miklu magni. Og ég held að við hefum þess að eitt tromp inn í hérna fyrir Greitamar til þess að tengja sama smábáta sjómennskuna og þaranýtinguna. Þá sem skripu stjórnvöld í Bandaríkjunum inn í það stóð mikið ógn fyrir meinfylki í Bandaríkjunum að því að humarveiðar sérstaklega hefðu verulega dregið úr þeim. Þannig að þeir stóðu bara frammi fyrir því að þeirra aðalverðmæti í sjávarútvegi var bara hrunu komið og það var bara fullt af sjómönnum sem voru að fara á atvinnuleysitekjur. Staðan fyrir að gera það, þá studdur við þessa sjómenni að fara í þararækt. Í þararækt? Já. Þannig að þessir aðalar hafa verið svo að taka sér saman í hálfgerð svona kaupfélög og við fengum kynningu daginn frá fyrirtæki sem heitir Atlantic Sea Farm. Innan þeirra raða eru tæplega 50 smábátasjómenn sem koma þá að hausti þegar haumavertíðin er búin, fá sokkaða línur eða frjókaða línur til að setja út í sjó, sinna því yfir veturinn, uppskera svo að vori og farum allt í vinnsluna hjá þeim og sem að vinna þá fullunar afurðir til að selja í Bandaríkjunum og fara svo aftur á sömu svæði og setja út krabbagildurnar sínar, haumarsgildurnar sínar fyrir ekki. Á sömu svæðum? Á sömu svæðum og eru þá komin með heilsársstarfsemi sem var ekki lengur til staðar áður. Já. Og þeir eru að hugsa skýrt í Bandaríkjunum. Og í fyrstu fengu þeir stuðning í 2 eða 3 ár og eftir það þá var farið yfir verkefni og velt fyrir sér hvernig það hefur gengið. Og þá var það bara þannig að mátu að þetta voru sjálfbær atvinnustarfsemi, þurfti ekki lengur fjárhagslega stuðning. Nei, voru þeir sjálfbærir. Já, sjálfbærir í fjárhagslega að geta stunda þetta. Já. En þetta eru ýmsir möguleikar fyrir hendi. Já, það sko haf af möguleikum. Já. En við erum eins og við erum að segja, nú erum við búin að fara svona vítt og breytt og yfir þetta og þetta náttúrulega skiptist í nokkuð svið. Já. En ég held hins vegar að vonandi á næstu missur þá svona kannski fá fleiri upp augun fyrir þessum möguleikum sem þarna eru til staðar og kannski sjá sér hag í að annarkoð taka þátt í þessu eða fjárfesta í þessu eða koma að þessu eða kannski beina auknum þunga kannski í rannsóknir á mögulegar vörur úr þessu Ég held að það gefur bara auga leið að það mun og ætti að opnast augu manna og kannski þeirra sem ráða málunum, alríkismanna og ráðherrum. Við erum svolítið að tala til þeirra núna. Já. Það er líka allt í lagi og það er alveg full þörf á því. Já. Að sýna þessu skilning og standa ekki að minnstakosti í vegi fyrir því að menn gera þetta. Þó þeir séu nú kannski ekki að hjálpa til við að gera þetta. Ég hef svolítið verið að íta akkurat á það að horfa til þess hvernig þetta hefur verið gert í kringum okkur. Nú vorum við að tala frænda okkur í Færeyjum sem við byrjum nú ómælda virðingu fyrir. Þetta er full ástæða til þess. Við getum lært mikið af Færeyjum. Þegar þeir fara að byrja í sínu þarabrölti, ef við ættum að kalla það, þá byrja forsvarsmenn, þetta voru aðalega 2 fyrirtæki á þeim tíma sem að fóru fyrir þá núna verið af 14 árum síðan til stjórnvalda og segja við höfum áhuga að byrja að fara inn í þetta en það er ekki til neitt regluverk. Þá var sagt við ekki að hafa áhyggjur. Við ætlum að byrja því að veita ykkur rannsóknarleyfi. Svo munum við þróa regluverkið samhliða því. Og sambarlegt hefur verið að gerðist í Noregi og víðar. Og segjum við svolítið kannski
okkur vantar svolítið þetta. Hannes var að kvarta yfir því áðan að lenda strax fyrir hindrunum þegar hann er ótrúlega mikill frumkvöðull á fleiri sviðum heldur en hefur komið fram hérna í þættinum. En þetta er svo oft viðkvæð. Langar að gera eitthvað nýtt, staðan fyrir að segja gott hjá þér og fá klapp á baki og segja, heyrðu, við byrjum á því að segja, við ætlum að fylgjast með þér, það verður tilraun, þú upplýsir okkur hvernig gengur. Það var sagt, nei, þetta er ekki í reglukerfinu, það má ekki gera eitthvað svona, þú veist, það vantar þetta samtal sem við verum óskaptir og við finnum núna samt, þannig að við talum nú ekki alveg á neikvæðanótum, við finnum að þetta er til staðar í dag, að það er verið að tengja fyrir því að þarna er virkilegu möguleiki sem þarf að fara að opna á. Já, það er bara skylda, finnst mér, að þingmenn séu með opin augun og opin fyrir eyrun líka og hlusti á það sem að er verið að segja og tala og þegar það er hægt að eins og þýður að búin að vera að benda mér hérna á í dag eða í kvöld að möguleikarnir eru gríðarlegir í sambandi við þetta og þess vegna þarf frekar og ætti frekar að styðja við bakið á þessum einstaklingum og frumkvöðlum sem eru að baksa í þessu að þeir fái aðstóð við að gera þetta og geti gert þetta með stæl þannig að þetta muni verða alvöru inn í framtíðina. Ég var svo heppinn að kynnast henni Óluveitinni Nordal, hún var nú þingkona okkar í norðaustu kjördæmi þegar hún hóf sinn þingferil á sinn tíma og bjugguði fyrir austan, hún og Tommi. Hún var með en ágæta frasi, já, strákvæminu vorum eitthvað svona væla yfir hvað okkur gegnum illa að komast í gegnum, þá vorum við með aðra hugmyndum að það verkefni. Við erum bara aðtúa það svona. Staðan er nú þannig á Íslandi, sko, það er allt bannað nema þessi sérstaklega lyft. Og þá, sko, þetta er nú, sko, þingmenn eru oft allir að vilja gerður og allt það, en sko, það bara við erum að fá bara ákveð kerfi. Svona, embættismenn eru kannski, menn hafa ekki gert, hefur ekki verið gert áður og það vil lengi gera mistök og þá kannski kemur upp svona ákveðin svona ákvörðunartökuferli sem að ég er ekki að segja þetta sé vond fólk og alls ekki sem að vilja einhverju milt en bara Nei, þú bara, þetta er líka þekkingaleysi og svo eru tískustraumar dálítið ráðandi í pólitíkinni á Íslandi. Hvað er inn? Hvað er halda í dag og hvað er út? Verð ekki að reyna að bera blakaðum þó að þú hafi verið bæjarstjóri fyrir ákveðið stjórnmálaflokk. Já, nei, sko málið er bara, sko það kemur eftir hvernig allt er öll umræður í dag og ég veit ekki hvort það er einhver tíska og Siggi þekkir mjög vel kom út úr hans fyrra lífi, sko, eins og með fiskeldið. Já. Þú veist, það er allir lamdur og barðir sem að hafa komið að því að veita því eitthvað brautagengi og þetta er hálfgerðir villimenn og glæpamenn og umhverfisvandalistar og ég veit ekki hvað, þú veist, ég meina, og hlustum af umræðunum vindorkun í dag til dæmis, það er bara, allir vilja sammála við þurfum meira orku, en bara ekki næri mér, sko. En berum við ekki samt líka bara sem greinstundum ábyrgð, skilur við, ber ekki fiskeldi ábyrgð, ber ekki þess vegna þá líka þörungageirinn ábyrgð að fræða svolítið og upplýsa hvað máli snýst. Það er eðlilegt kannski að þessi það er til dæmis eitt sem ég tek eftir að því fjallið með öðrum hætti kalkþörungaverksmiðjuna og svo aftur þaran og þörungaverksmiðjuna verksmiðjur, hugsanlega í framtíðinni, það er dálítið tvennt ólíkt. Já, kannski nálgast ekkert endilega öðruvísi. Ég held að það sé bara þá akkurat út frá þeirra viðskiptamódel og annað. Ég held að ég geri tel það. Þeir hljóta nálgast það með miklu lengri tímalínur heldur það sem við þurfum að velta fyrir okkur. En er ekki þarinn ónýturinn á fjörðum þar sem laxeldi hefur verið með skít og drullu? Nei, ég get sagt þér annað. Það er til þess búið að koma í ljós hérna hjá honum við okkur að færi. Hann sýndi okkur á þessu í sumar að hann er að fá betri sprettu og meiri grósku á línunum sem eru næri laxinum, sko, og þannig að þú getur neistu til þess að þarinn er að hreinsa firðina af úr úrganginu frá laxinum. Þú notað þaralínur
til að reynsa mengunina frá laxeldinu. Þetta eru næringarefni, sko. Þetta lífrænn úrgangur, sko. Og sama menn að gera við Noreg núna, við Frøya. Þar eru stærstu eldis svæðin á þara, sko, þar sem að leggja út línur í Noregi, sko. Þeir eru að gera það líka, ekki bara. Þeir eru bæði að afla, sko, sækja í viltan þara og svo eru þeir að rækta. Já. Og það er náttúrulega bara sko, eins og Siggi segir, ég held að sko, núna eru við Íslendingar á því stíi ennþá, við erum að tala um að afla meira. Eins og segi, ég held að sé eitt fyrirtæki sem í smáskala byrjað með einhver 100 metra fyrir, með þara línur, sko. Hvar þá? Það við Hólmavík, Hólmavík Ásdís. Já. Ég þekki ekki alveg nógu. Inn á hún á flóanum. Já, og svo var náttúrulega Símon Sturluson var lengi að gera þetta í Stykkishólmi, þannig að það er alveg... Sko, menn hafa verið að pröfa þetta en ekki svona náð, sko, ekki verið á réttum tímapunkti kannski, en þetta er klárlega að koma og menn eru búin að vera að þróa þessi kerfi til dæmis þannig að þau þola brim á þess að allt var í flækju og bara menn eru búin að stórkostum marga þar. Eða slitni, já. Þannig að ég held að við eigum rosalega mikið inni þarna, sko. Sko, eins og þú segir, við erum annars að vera að tala sko, bara þennan vilta þara sem er í kringu landið og það er rosalega gaman að hlusta á þennan Japana, sko, þegar menn er að tala að það er að byrja þetta vandamál, það er hlýnun sjávar, það er niður frá sem gerir það minnis vöxtur í þaranum og svo er þetta náttúrulega gríðarlega mikið fólki sem að býra á þessum hafsvæðum þar sem að ræktunni fer fram og þá berst mikið af úrgangi til hafs. Mengun, já. Og það eru orðið annað vandamál þar, þannig að sko... Þeir eru jafnvel með kjarnorkumengun. Já, líka það, sko, ég veit það. Ég er bara að tala um að, sko, við erum með ákveðin lúxus og við vinnum vel úr honum og menn hafa þessa ímynd hreinleika Íslands og íslenskar náttúru og hafsins í kringu hafsvæðinni. Hreinleiki okkar er nú sjálfsagt með því besta sem að þekkist í heiminum. Já, við viljum trúa því allavega. Það er kannski Jan Mayen og Svalbarði sem eru skárri. Sko, og þetta styður bara styður það sem þú er búin að vera að segja. Sko, tækifærin okkar til þess að vinna með sko, marga þessara þætti sem ætti að virka vel inn í markað. En kannski að því við svona pólitískt svolítið svona skautum framhjá þegar þú ert að spyrja hvað þetta verður margir milljarðar áðan, þá getur við kannski frekar útskýrt aðeins fyrir að við áttum góða fundi með stærsta innflytjandi Japans á þara og er náttúrulega á mjög stóru markaði. Það ef við komumst inn á þennan markað... Hann er með markað í Japan. Í Japan, já. Og hann bara Japan. Bara Japan. Og hann er bara, þú veist, hann er að selja inn á sushi veitingastæði og alls konar veitingastæði og auðvitað stórkaupmenn og víðar og pakka í neytendapakningar og allt slíkt. Munurinn á því ef þegar að Ásgeir Logi og hans fyrirtæki er búin að framleiða vöruna sem að þyrfti fyrir þennan markað, þá fengi hann 10 sinnum hærra verð til sín heldur en það sem að fer á hefðbundi markað hérna í Evrópu. Sama hráefni, næstu sama vinsla, myndi gefa hann 10 sinnum meira í verð. Það er náttúrulega dálítið ótrúlegt ef það er... Greta, það er nú eitt, en svo magntölundir sem hann talaði sem svolítið alveg. Ég geti aldrei annað. Hvað eru þeir að tala í magntölu, þessi eini aðili? Þetta eru fleiri að flytja. Hann er alltaf að tala í 100 tonna þegar hann að tala og það er fyrir hverja af þurru. Af þurru. Já. Sem á þá tífalda. Já. Og hvað er hann að tala mikið magn? Já, sko, það er voðalega erfitt að svara því núna frá okkur vegna þess að þessi vara sem að hérðan kæmi, hún er ný. Já. Hann hefur ekki haft hana áður, hann kom hérna og við vorum með pröfur sem við höfum þurrkað og bleittum upp og hann kom með sinn þar og við vorum okkar þar, þetta var sett í bleitu og svo vorum við að borða þetta og smakka þetta svona saman og honum fannst þetta mjög áhugavert og vildi fá talsvert mikið magn í pröfur og hann sagðist náttúrulega helst vilja bara gera langtímasamninga, hann verður þá að tala til ára helst huga og
Því að hann alltaf, fara í kynningu með vöruna og fá markaðanlega samþykkjun og svo markaðanlega samþykkjun og þá allan vita að hún sé að koma áfram, ekki bara eitthvað. Og þetta er náttúrulega rosalega spennandi og stundum það hefur verið sagt að... En hvaða kílóverð er hann að tala um? Það er viðskiptalandamál. Það er eins og Siggi segir, hann var með verð sem ég hafði ekki ímyndað mér. Nei. En að móti kemur að Getur ekki bara verið pólitískir og sagt að þetta er meira heldur en fyrir laxakílóið, sko? Já, þá hefur það. Já. Fyrir þurrkaðan fara. Já. Já, þetta laxakílóið, ég veit ekki hvað það, þetta sé ekki 3.000 krónur eða meira. Nei, svona heildsöluverði núna erum við að tala um svona frá 7-10 eurur á kílóið fyrir lax. Já, heilan. Fyrir heilan lax. Já, ekki, ég var að hugsa flug og skorið í bita. Já. En það er nú sama, þetta eru verulegar upphæðir sem við gætum átt vona á ef vel tækist til að gera þetta. Já, það sem þarf að vanda okkur rosalega vel nú í byrjun. Auðvitað. Og alltaf. Við þurfum alltaf að gera það. En bara koma pröfunum heilum. Við náttúrulega vorum með kunnan og vorum að biðja hann að vera þá helst með okkur og okkur til leðsagnar þegar við byrjum að gera þetta því að það er rosalega mikið undir að pröfurnar sem við gerum núna upphafi sem fara til þess að sýna vöruna í markaðnum og þær séu eins vel úr garði gerðar og hægt að hafa. Og verður framhald á því að þær verða þá eins. Það er bara upphafið skildi endur að skoða. Við verðum bara að hafa þetta. En þetta er gríðarlega spennandi og möguleikar sem við eigum Íslendingar í þessum málum. Það er engin spurning það. Og Hannes, þú sem ert nú reynsluboltinn í þessu, búin að vera í gegnum tíðina að nýta þetta og flytja þetta út og meðal annars og nærði ekki einu sinni að fullnægja íslenska markaðnum. Já, þetta er, svona almennt séð þá er mikil tækifæri í þessu, ekki nokkuð vafi. Já. En það er svolítið grundvallaratriði að stjórnvöld gefi þeim sem nenna og vilja lausan tauminn. Já. Að fara sín svolítið fram, reyndar kannski í samvinnu við þá sem að vilja vera skiptisir af þessu, en að gefa mönnum svolítið lausan tauminn, að menn hafi frelsi og þeir sem hafa dugnað og vilja geti nýtt hann dugnað. Já, og að því mun leiðast, að því mun leiðast eitthvað gott, er ekki nokkuð vafi. Sigurður? Já, ég er ekki hiss á því að ég lít mikið upp til hans Hannesar, hann er mikill frumkvöðl og hefur marga fjöruna sopið og ég tek alveg undir þessi orð að þýðleitinu til að þarna eru tækifærin til staðar. Þú nefndir áðan að pólitíkin ætti ekki endilega þvælast fyrir. Ég segi, komið með í þessa vegferð og við ættum að gera það frekar. Og segjum, hérna er bara möguleiki við okkur vantar fleiri fjárhagslega stoðir undir það sem við erum að gera á Íslandi. Við erum með auðlind til staðar. Já. Við erum með fullt af aðilum sem hafa áhuga og vilja að byggja og gera þetta á sjálfbæran og skynsaman hátt. Það er hringinn í kringum landið. Og það er hringinn í kringum landið. Tilbúið til þess. Það verður aldrei spurningu það. Nei. Og það eru menn í útgerð og ekki í útgerð og annað þess áttar sem myndu vilja nýta sér þessa möguleika og svo bara landeigundur jafnvel þess vegna. Já, mikið af, bara til að hafa sagt eins og í Breiðafirði, mikið af þessum þangi sem það er sótt er innan netlaga, innan þau svæðið sem 120 faðma frá Stórfjörður. Það eru bændur sem að njóta þeirra tekna því þangi sem það er klift en ekki ríki, það er bara mjög jákvætt. Ég ætla bara ef ég má aðeins koma hann á að við getum ekki alltaf ætla bara að gera alla opinbera starfsmenn. Við þurfum að fara að virka það, að koma, búa til tækifæri fyrir fólk, vítt breytt landi eins og þú ert að segja, Grétar. Þannig að fólk, við erum allir búin að kannski að ekkoa að fólk fái að fara og virkja sköpunarkraftin og búa til verðmæti samfélagins heilla.
Það Ég það sem held ég færi framboð. þetta væri bara frábær loka orð hjá þér, Ásgeir Logi, og strákar, ég þakka ykkur fyrir samveruna í kvöld. Takk. Þökkum þér fyrir áhugann. Takk. Að bjóða okkur.